Góðan dag. Í þessu myndbandi ætlum við að fara í gegnum hvernig við hreinsum geislaspilara. Og það getur sama aðferð við að hreinsa DVD-spilara og geislaspilara. Til verksins þurfum við að hafa tusku til að þrífa spilarann sjálfan að utan, eyrnapinna sem við notum til að þrífa linsuna, einhver disk til þess að pröfa diskinu eftir. Svo þurfum við svona litla töng og sléttskrúfjárn eða mínuskrúfjárn og stjörnuskrúfjárn. Gott að hafa mæli við hendina ef eitthvað þyrfti að mæla en líklega þurfum við ekki að nota hann. Svo þurfum við að nota skrúfvél eða skrúfjárn til þess að opna spilarann með. Og við byrjum á því bara að lyfta, eða byrjum á því kannski alltaf gott að ef maður fær svona tæki þá er gott að renna yfir þau fyrst. Og svo er þetta að taka hlífinn af. Það eru 4 skrúfur. 4 til 5 skrúfur sem þarf að losa í svona tæki. Sitt hvor hliðin. Og svo er stundum einu aftan og það er hérna. Hér er enda 2. Bara passa það þegar við þrífa svona spilara og svona tæki að þegar maður opnar þau hafa þau ekki í sambandi. Svo tökum við hlífinn af og þá sjáum við hvað er inn í svona spilara. Hérna er laser unitið eða það sem les diskinn. Hérna er spennugjafi og svo þetta brennplata sem býr til hljóðmerki frá linsunni sem fer út hljóðtengið aftan á tækinu. Og til þess að hreinsa þetta þá þurfum við að fara í linsuna sem er hérna. Þetta auga hér, það er það sem les diskinn. Það er þetta sem verður drullugt. Það er sest á þetta ryk og til þess notum við bara eyrnapinna. Tegjum okkur henni yfir á borðið. Það sem við náum í svona eyrnapinna. Og það er bara að þurrka lauslega, alls ekki fast linsuna, svona hringlega með eyrnapinnunum og alls ekki gera fast því þá getur maður skekkt allan búnaðinn og þá er spilarinn ónýtur. Fínt að gera þetta svona sitt hvoru megin og það er sjálfsög ekkert annars en það að þrífa því að þessi spilari hér er mjög hreinn eins og þið sjáið. Stundum þarf að blása úr spilarunum eða ryksuga þá en hér er ekkert ryk að sjá. Þannig að þetta verk er bara búið. Það er bara að setja hlífinn á aftur og skrúa tilbaka skrúuna sem voru til þess að halda hlífinni. Það bara snúið við borvélinni og það er ágætt að setja svona stilling á borvélina þannig að maður skemmir ekki skrúfunar, minnka aðeins hesluna. En það er gott að pröfa svo spilarann og þegar búið að loka þá getur við sett í samband aftur og þá er nauðsynlegt að nota bara disk. Ef það fer í gang hérna þá á displayið að telja og það gerir það. Þannig að þetta greinilega virkar núna og hreinsunin tókst. Takk fyrir.